Þá það þriðji dagskrárliður í útsendi dagskrá, Melgerðisás deiliskipulag. Ingibjörg Ólöf Ísasheim bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér fjórði liður í fundargerð skipulagsráðs frá 16. ágúst síðastliðnum. Drög að deiluskipulagi Melgerðisás voru kynnt í samræmi við 4. málsgrein 40. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Stefnt að því að nýta óbyggð svæði innan núverandi byggðar undir íbúabyggð eftir því sem kostur Fyrst og fremst litið til svæða sem ekki í notkun og svæða sem þjóna ekki lengur upphaflegu hlutverki sínu á viðunandi hátt eða þarfnast endurnýjunar og endurbyggingar. Auglýst var í dagskráni og voru skipulagsgögn aðgengileg í þjónustu anddyri Ráðhúss Akureyrar og á heimasíðu skipulagssviðs. Kynningarfundur var haldinn í Glerárskóla þann 15. júní síðastliðinn. Breytingin kallar á breytt mörk deiliskipulags Hlíðahverfis, suðurhluta. 4 ábendingar bárust og 1 umsögn frá Vegagerðinni. Tekið var tillit til ábendinga þar sem það var hægt. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan þannig breytt verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Skipulagið verður auglýst samhliða breytingu á aðalskipulagi. Jafnframt verður auglýst breytt mörk deiliskipulags Hlíðahverfis, suðurhluta. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið og stefnir á pontu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í ljósi umræðunnar áðan þá eðlilegt að gera allavega eina athugasemd við þessa skipulagstillögu og við bæjarfulltrúar Sigurjón og Eva Hrund munum taka undir bókun sem var gerð á fundi skipulagsráðs og að stóðu Jón Þorvaldur Heiðarsson, áheyrnarfulltrúi I-lista, Ólína Freysteinsdóttir S-lista og Sigurjón Jóhannesson D-lista. En svohljóðandi bókun var lögð þarna fram og hún sú að ekki ráðlegt að svo stöddu að breyta deiliskipulagi íbúðabyggða á nyrsta hluta Þórssvæðisins, núverandi kastsvæði. Ekki enn búið að ákveða hver næstu skref verða í þróun íþróttasvæðisins, svo sem hvar gervigrasvöllur verður og hvar hugsanlegt frjáls íþróttahús verður staðsett. Á meðan slíkt óljóst óskynsamlegt að þrengja að íþróttasvæðinu. Þannig að við leggjum fram þessa bókun gagnvart þessum skipulagstillögum sem hér eru til umræðu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu og orðið laust. Ingibjörg Ólöf Ísasheim bæjarfulltrúi ætlar að taka til máls. Bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Vissulega rétt að það þarf að taka tillit til þarfa íþróttafélagana og mögulega uppbyggingu í framtíðinni. En inn á 10 ára áætlun frístundaráðs, svo heitir það núna, þá veit ég ekki til þess að það sé neitt sem komið þar fram varðandi hugsanlegt frjálsíþróttahús. Við erum í rauninni með svæði sem 9,6 hektarar af íþróttasvæði. Og einu þar meðtalinn knattspyrnuvöllurinn, það svæði líka þar fyrir ofan sem mögulegt að nýta. Þarna erum að taka í rauninni bara svæði þar sem kastsvæðið og það kom til tals, við tökum það kannski fyrir í næsta lið og eftir hvort það ætti að vera sunnanmegin en norðanmegin við bogann. En ég tel í rauninni að hagræði með þessu að geta boðið upp á 99 íbúðir sem munu reisa á þessum reit, fjölgun í Glerárskóla og mögulega þá í Íþróttafélaginu Þór og ÖFA sé með þeim hætti í rauninni að ég get allavega tekið undir bókun skipulagsráðs að samþykkja þetta. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson hefur beðið orðið.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kannski bara árétta við lögum þessi bókum var samþykkt af okkur þremur, kom fyrst fram frá Jóni Þorvaldi. Það var ekki þannig að við vildum stoppa málið. Þá kemur þetta bara í auglýsingu, íbúar og hagsmunaaðilar geta þá tjáð sig þetta. Og það eru þetta skipta skoðanir og það getur vel verið að við fáum bara góða og farsæla niðurstöðu sem hentar sem flestum. Það er ekki þar með að karstsvæði þurfi endilega að vera þarna, en þetta var svona meira anda þess að við vorum að ræða þannig að við sjáum aðeins lengra fram í tíman hvernig við ætlum að hafa þessi svæði. Það er margt sem þarf að vera, við erum ekki, skipulagsbæjarins byggir ekki bara á íbúðabyggð, það byggir á ýmsu öðru. Það er atvinnulífi og það er stofnanir og ýmis svæði. Takk. Bæjarfulltrúi Sigurjón Jóhannesson hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég skil þessa bókun ágætlega. Get ekki undan hana að mörgu leyti. Mér finnst bara hagsmunirnir vera meiri í að fjölga á þessu svæði og held að þessa hluti sé hægt að leysa á auðveldan hátt ef menn fara bara af stað. Ég er svo sem ekki séð neinu áform með teikningar á okkur frjáls íþróttahöll, en við hljótum að geta leyst það ef það verður að vera veruleika. Og þetta svæði, það sem við vantað töluvert inn á fyrir þossvæði, það er endurnýjun og fjölgun barna og teljum þetta verið mjög mikilvægt skref í þeirri þróun og held að við tökumst á við þær lausnir sem þarf að leysa eða þau vandamál sem þarf að leysa þegar það kemur. Ég held að sé mjög mikilvægt að vinna þetta í sátt og samlyndi með íþróttafélögunum á svæðinu eins og Þór. Ég hef svo sem ekki séð neina bókun eða greinargerð frá þeim, kannski getur upplýst mig það, en ef þeir eru að koma með einhverja greinargerð gegn þessu. En ég mun samþykkja þetta. Ég tel að þetta sé mjög mikilvægt fyrir svæðið. Ég tel að þetta sé það ekki bara svæðið, ég held að þetta líka hvetjandi muni hafa jákvæð áhrif á viðhald og endurbyggingu á þeim blokkum sem þarna fyrir eru. Það muni hafa hvetjandi áhrif og á bara endurnýjun á svæðinu. Samfélaginu til heilla. Takk. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta snýst ekki það að leggjast gegn því að þessi deiliskipulagstillaga verði auglýst, heldur að þetta sjónarmið komi fram við afgreiðsluna. Það sem að mér langar til að nefna hérna er aðeins í framhaldi á orðum bæjarfulltrúa Prebens Jóns. Ég held að og bæjarfulltrúa Ingiberg Ísaksen, 90 íbúðir á þessum reit er ekki það sem að svona grundvallar atriði fyrir tilvist Glerárskóla eða íþróttafélagsins Þórs eða Ungmennafélags Akureyrar. Það er bara af og frá. Ungmennafélag Akureyrar sækir sína iðkendur allan bæ fyrir það fyrsta. Í öðru lagi þá er gert ráð fyrir verulegri uppbyggingu austan Krossanesbrautar. Þar kemur fullt af íbúðum. Það er búið að taka af aldurstengingun á íbúðunum í undirlið eftir því sem bestu. Þannig að þar geta flutt inn töluvert af barnafólki ef því er að skipta. Þannig að við erum eftir að sjá það. Við erum eftir að horfa til þéttingarinnar í Skarðslíginni neðst, það sem er töluvert af íbúðum til viðbótar. Og svo ætla ég bara að minna á það sem kom hérna fram á umræðum með aðalskipulagið, að ég sé ekki betur en þessi gert ráð fyrir einhverju 1340 íbúðum efst í síðukörfinu sem gæti leitt til þess að það þyrfti með einhverju móti að jafna flæði í skólana, síðuskóla og Glerárskóla líka. 90 íbúðir á þessu svæði skipta engu máli, bara engu. Það bara liggur alveg ljóst fyrir í mínum huga.
En þetta skiptir öllu máli varðandi frekari uppbyggingu á svæði ef til henni kemur. Þess vegna liggur ekkert á að klára þetta mál, eins og kemur fram í bókunum. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu og orðið laust. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil kannski bara ítreka það sem ég sagði áðan varðandi þetta mál. Minna, við erum að fara er í gangi stefnumótun að minna varðandi íþróttafélögin og íþróttauppbyggingu hér á Akureyri og hvernig við ætlum að haga því. Þannig að ég vil að við bíðum með þessa ákvörðun þá til við kannski sjáum niðurstöðu úr þeirri vinnu. Ætlum við að sameina íþróttafélögin, þurfum við hugsanlega eða mun koma til þess að við viljum færa, ég er ekkert endilega að tala bara við viljum fara að byggja nýtt, viljum við færa einhver íþróttastarfsemi sem fyrir í bænum á einhverjum öðrum stöðum á þetta svæði til þess að draga úr rekstrakostnaði þeirra íþróttastarfsemi sem fyrir í bænum. Þannig að ég er ekkert mótfallin endilega því til framtíðar að hugsanlega verði einhvern tímann byggt þarna. Mér finnst bara við ekki komin þangað og ekki tilbúin að taka þá ákvörðun í dag. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón. Forseti, bæjarfulltrúar. Þegar við erum að tala þéttingu byggðar, þá erum við að tala oft á tíðum litla reiti. Þá erum við oft að tala 90 íbúðir hér, 100 íbúðir hér, 50 íbúðir hér og annað. Auðvitað skiptir þetta máli. Auðvitað skipta í 90 íbúðum býrslatta fólki. Og í 90 íbúðum er ekki óhægt að segja að það sé bara eitt barn í hverju íbúð, eða kemur ungt fólk. Það getur verið 100 börn inn í Glerárskóla og þetta er beinteitt inn í Glerárskóla. Það skiptir máli. Það skiptir máli hvað þetta er. Mér hefði þetta óheppilegt. Þar getur maður svona, ég er óheppilegt að tengja þessi tvö mál saman þegar þeir ekki búið að leysa nema hluta því. Og það væri ekki heppilegra að væri búið að leysa þessum mál. En íþróttamálin, íþróttauppbyggingin á svæðinu og íþróttauppbyggingin á Akureyri, bara heilsinni, verður aldrei tæmandi og aldrei leyst á einu bretti. Hún verður lifandi og verður fljótandi og við munum alltaf þurfa að bregðast við þegar það koma bæði nýjar íþróttagreinar. Það er ekki einhverja hvað til langt síðan CrossFit komið á stað. Það er komin einhverja 3 stöðvar af CrossFit eða ekki fleiri. Kraftlyftingafélag komin í Sunnuhlíð. Það var kjörbúðin sinni. Þetta mun flæða, en fólki verður náttúrulega verið til staðar til að nýta þessi mannvirki og nýta skólana líka. Og ef við ætlum að fara að þetta byggð, þá þurfum við bara að fara í það á fullu krafti. Þannig að ég segi að það skiptir víst máli. 90 íbúðir hér og 90 íbúðir þar eða hvað það er 50-40 þegar við erum þetta byggð. Stundum er þetta einstaka hús sem við erum að nýta. En ég skil bókunina vel, skil áhyggjurnar og það verður bara að setja sér niður og leysa það. Ekki humma það fram að sér. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið málinu sínu og orðið er laust. Sem enginn hefur hvast til hljóðs, þá liggur fyrir tillaga skipulagsráðs. Skipulagsráð leggur til að bæjarstjórn að tillagan þannig breytt verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagið verði auglýst samhliða breytingum á aðalskipulagi, jafnframt verði auglýst breytt mörk deiliskipulag Hlíðarhvers í suðurhluta. Þessi geta samþykkt af eins að gefa merki. Það er samþykkt með 11 atkvæðum samhljóða.